Já, komið sæl. Það hefur verið að hvessa og þykna upp á landinu þegar liðið hefur á daginn. Við sjáum að það lægð hér suðvestur af landu, þannig hún sem svona valda þessu svona leiðinda veri hjá okkur í dag. Hún ber nú með sér hlýra loft og við sáum til að mynda hita fara hæst í tæp 17 stig í Skaftafelli. En nóttin var nú reyndar dálítið köld, sérstaklega í innsveitum fyrir norðan þar sem að frost var að mælast þetta 6 til 7 stig. En ef við lítum á þróunina á morgun og þá rennir nú þessi lægð hér, hún rennir sér hér norðaustur yfir landið og verður komið hér norður af landi í nótt og það grillir hér í næstu lægð sem að kemur þá hér inn með skil sín inn á sunnanvert landið síðdegis á morgun og stjórnarveðrinu hjá okkur svona þá fram á miðvikudag hið minnsta. Og við sjáum á hitasviðinu að þessar lægðir að bera með sér lít loft en það reyndar kaldur loftmassi hér norður og vestur undan landi og svona hann skríður öðru hverju inn hér sérstaklega inn á norðvestur hornið en lægðin aftur á móti halda okkur þessum hlýja lofti. En við vorum með viðvörun í gildi, runni 2 í dag og hann rann út núna klukkan 18 en það ennþá viðvörun klukkan 18 í gildi fyrir miðhálendið og við sjáum að það austanótt í þessu hjá okkur og það töluvert hvasst og sums staðar hviður á Suðurlandi hafa verið að fara yfir 30 metrar á sekúndu. En þróunin áfram við sjáum að skilin leita norður yfir landið og lægðin gerir það einnig þegar líður á nóttina. Vestlæg átti í fyrramálið og orðið létt skíð á norðausturhorni landsins. Skýja svona í öðrum landshlutum en úrkomu lítið getur við sagt því að þessi bakki sem hérna rétt norður af vesturum og hann nú ekki gefa mikið af sér staðan á þessa leið þá í fyrramálið hvað var þar hitan, þetta svona mikið til 5 til 10 stig og jafnvel bjart víða á norður og austurlandi en í framhaldinu síðan að þá fjarlægist lægðin og við fáum smá saman næstu skil hér inn á skjáin og þau verða svona að gefa sér fyrstu dropana síðdegis hér sunnan til á landinu en hæglætisveður svo sem í öðrum landshlutum og við sjáum að hiti getur verið farið þetta 13-14 stig á norðausturhorninu en annars staðar þetta nú svona á bilinu 5 til 10 stig. Og fram á miðvikudag þá sjáum við að lægðin kemur hér upp að landi og skil hennar og lægðin sjálf, hún endar eiginlega fyrir sömu vegferð og fyrir lægðin endar hér fyrir norðan land og á miðvikudag þá fer síðan loftþrýstingur ört hækkandi, hæðasæði að byggja sig hér upp við landið sem nú jákvætt og á miðvikudaginn svona miðjandag þá sjáum við að það nú ennþá eimir enni af úrkomu á Norðurlandi sem getur jafnvel verið að teygja sig hér yfir á Suðausturland en á fimmtudaginn hins vegar þá lítur út fyrir að verði þurrt og bjart viður svona eiginlega alls staðar á landinu, það er svona spurning með úrkomu hérna allra vestast og þó sérstaklega á Vestfjörðum. Þannig að þetta hæðasvæði það loftþrýstingur á fimmtudaginn svona spár að gefa þetta í kynna að hann geti verið yfir 1030 millibörum og það nú svona ávísun á stöðugt veðurfar og jafnvel bjart veður víða land og á föstudaginn þá svo sem breytist ekki mikið hjá okkur áttleysa í þessu stóru hluta landsins kannski kular aðeins af austri hér við suðvesturströndina en fínasta veður og útlit fyrir að þessi hæð muni halda velli eða stjórna veðrinu hjá okkur vel fram yfir næstu helgi. En hvað var það veður í Evrópu að þá nú hæðasvæði hér yfir Norðursjó á morgun og fínasta veður á Bretlandseyjum og runni víðar í sunnanverðri Skandinavíu og ástandið að skána snöggtum hér þar sem að ringt hefur mikið og verið flóða ástand undanfarna daga. Úrkomu öllu óstöðurætt getur við sagt á Ítalíu og Balkanskaga, þar skúralengingar á morgun og það skúralengingar jafnvel að teygja sig til austurstrandar Spánar. Öðru leyti ágætis veður á Íberíuskaganum og hið sama við Kanaríeyjar, þó kannski örlítið meira skýjað verið hefur undanfarnu og í Norður-Ameríku þá við skúralengingar hér í Suðaustaríkjunum og jafnvel þrumuveður og það sama við Klettafjöllin. Við skulum segja þetta gott að vera í bíli. Verið sæl.